Góðan og blessaðan daginn kvöldið, kæru áhörundir og verið velkomin í bara aðra viku af Frís 2026 og í dag erum við að fara að fá leikina FH á móti MS. Strákar, hvernig fer þetta í ykkur? Bara mjög vel sko. Já. FH er reynda sterkari aðeins svona fyrir en við vonum að þetta verði ekki eins og síðast. Nei, já, mjög spenntur. Það er víst einhverjur eins og segir búin að segja að FH séu stranglegri en það er aldrei að vita eitthvað breytist þar en bara spenntur að fá að sjá þessa 3 leiki sem er keppt í kvöld. Já, en eins og þá byrjum við á Mario Kart. Við gerum það núna alltaf og veitum við hvað leikur er númer 2? Rocket League. Það er Rocket League leikur nummer 2 og síðan er CS leikur nummer 3 og við erum að sjá svolítið háa stigatöfliðina hjá FH í Mario Kart en þeir enduðu með 178 stig og MS með 58. Þannig erum við mögulega bara eitt af þeim bestu í Mario Kart. Já. Jú, það er ég man ekki hverju voru efstir, ég held að ég man ekki alveg hverju voru efstir fyrir ofan FH en þeir voru númer 2 í leaderboardinu sko. Já, geggja. Þetta er eitt af sterkustu liðunum í Mario Kart og það er bara vonandi að MS hafi verið það bara á grændinu. En að segja á saman tíma, þú veist, MS spilaði ekki alla leikina. Þeir tóku held ég 3 leiki af. Já, þannig að maður sá alveg, þú veist, já, þau eru með 58 stig eftir 3 leiki. Já, reyndar, já. Tóku ekki alla leiki. Gæti þetta verið jafnara? Já. Heldur en 170 og 50. Það er svolítið mikið munur, sko. Stórt bil, sko. Já. En jú, við sjáum line-upi fyrir Mario Kart og eftir, þá erum við með FH, þá erum við með Aron og síðan FA. Hvað? Það er skemmtileg nöfn. Þetta er FA keppir fyrir FH. Já, og síðan MS þá erum við með Hitchef Candy. Haichu Candy. Já, Haichu Candy. Það er þetta skemmtilegt. Já. Það er svona Það er öðruvísi. Sko. Þeir eru samt báðir með það sama sko. Ég verði að gefa þeim mínus fyrir það sko. Og þeir eru að spila, við heyrðum á þann að þeir eru að spila split screen. Þess vegna er saman nafn. Já, Já. Þeir eru að spila split screen. Það er ekki hægt að breyta aðgang. Já, nákvæmlega. Þeir eru heima hjá sama aðila og þeir eru að spila split screen. Það er best. Það er þetta, já, er það ekki? Jú, það er gaman, en ég ætla samt að gefa mínus fyrir að heita það saman. Það er ekki hátt í nafnakeppninni. Nei, nákvæmlega. Eitt og sér er þetta með betri nöfnunum. Já. En kannski ekki að því að það er sama nafni á báðum spilurum. Nei. Hvernig haldið þetta mun fara í kvöld? Eru þið með eitthvað svona uppástungu? Já, þú veist, ef þeir setja hlið við hlið og eru bara locked in bara, þá held ég að það geti komið upset. Já. Í Mario Kart. Það er alveg spurning, sko. Þeir tala saman, svona eru með blá skel og eru bara ég er fyrstur, ekki skjótinni. Býði, ég ætla að bakka, ég ætla að bremsa. Þú veist, svona team play. Það virkar. Ef maður tekur þessum leik serious, sko. En já, svo eru við með Rocket League nummer 2 og Counter-Strike nummer 3 og FH eru, þú veist, sterkari í báðum leikjónum. Já. En það verður bara gaman að sjá hvernig það mun fara núna, hvort eitthvað breytist, hvort að playstílinn verður öðruvísi núna. Þú veist, það verður komin í semis, nei, 8-liða. Já, 6-liða í raun og veru. Já. Þannig að það verður gaman að sjá það. En sem má ekki gleyma, þú veist, liðið sem vinnur í dag fer á móti FB í undanúrslitum. Beint í undanúrslitum. Já, og liðið sem vinnur þá 2 leikina af 3 er komið áfram. Já. En við förum í alla 3. Já, við spilum alla 3. Spilum alla 3 og já, gaman að sjá hver tekur þetta. Já. Getið ráðið svolítið á fyrsta leiknum að því að mér skilst að FH sem er sterkasta Rocket League liðið í keppninni. Já.
Þannig að það er eiginlega svolítið gef að þeir vinni það. Já. Þannig að þá er spurning hvort að MS geti, sko, þá eru þetta brekkaði tapa í Mario Kart. Já, ég heyrði að þeir væru einmitt með stráka sem eru að spila í deildinni í Þór og eru efstir þar, bara í basically bestur á Íslandi. Við fórum að sjá nafnið í Rocket League á eftir en ég get sagt ykkur, þetta er einn besti íslenski Rocket-spilar sem við höfum séð. Já. Það get ég sagt þér, sko. Einn af þeim bestu að því við erum ekki að spila. Já, það er nákvæmlega. Það er búið að taka okkur út í miður, eða sem betur fyrr. En já, einmitt, við erum komið byggarinn líka fyrir framan okkur. Já. Hvað voru þið búin að halda á það? Já, ég var búin að taka það. Hvað grín er þetta, sko? Þetta er bara að vera í einhverju rækt. Var þetta fyrir Háþór Júlíus? Ég myndi að þú veist, hvað er... Þetta er eitthvað 15-20 kíló, sko. Já, þetta er bara... Pottið. Sem er samt gott. Þetta er bara fyrastal, sko. Það er að slúa í, sko. Þetta er ekkert grín, sko. Þetta er bara tölvutöfnir minni léttir en þetta. Gleyma því hversu þú gráð. Þetta er samt gott, sko. Ég var jafnvel til að hann væri þyngri, sko. Það er bara grínið. Við erum bara með 40 kílóa byggar sem það bara draga heim, sko. Reyna að lifta honum með það, hagla og bara... Koma svo allir undir. Bjóra lið, já. Það væri svona þungur og þetta væri Þórshamarinn. Mjölnir, já. Mjölnir, það væri þetta rosalegt en þú veist, já, þetta er þegar maður tók við honum, maður var ekki að búast til þessu. Nei. Sem var þetta bara, þetta er bara stál. Já. Og sæll. Þetta er vopn. Já, ef þú getur slegið svona og rætt, þetta er lung. Já, þetta er spurning. Maður má ekkert fljúa með þetta, þetta er alltaf þung. Maður setur þetta í sér kargó. Já, flugfélagið þurfti að borga svo mikið bensín, sko. Það var alveg skellulegt. Var þetta upp á hilli á þér í 1 ár, eða? Nei, við reyndum að fengum ekki byggar. Það var alltaf að vera að segja okkur, þú veist, að þau ætlaði að merkja en þetta er nýtt. Já, þetta hefði það líka aldrei verið upp á hillu, þetta var bara á gólfinu. Engin hilla heldur þessu, sko. Það er nýlega búið að skrifa hann, sko. Það var ekki búið að skrifa sinnstár, sko. Já, þetta er allt í góði, sko, svo sem. En einmitt, eins og við sjáum, þá er F7. Já, nei, svona er þetta. Já, hversu langur tíma er í leik? Vitið þið það? 2 mínútur. Gekkja. Þá meðan þá getum við verið að tala við ætlum að fá okkur ís og eftir. Já, við ætlum að fá okkur ís aftur. Alltaf ís. Já, ætlaði ekki. En fyrsta borðið sem við erum að fara í er líka ísborð. Í boði MSIs. Já. Nice. Þannig að í Mario Kart. Þannig að eins og við sjáum fyrir aftan mig þá erum við Steve hérna. Steve? Jú. Djöðlega flótið með þér. Vá. Og þetta er einmitt ný ísinn sem MSIs er að koma með inn og við getum fengið hann hvað í Krónunni. Já, og á að koma í flesta búðir. Já, flesta búðir land allt. Senast við smökkum hann, þá er hann já, koma á græni ára upp alls sem ég sko. Já, en það var upplifun en þú veist, þetta var þannig upplifun eins og að horfa á bíómynd, skilur, er ég að fara að horfa aftur á sömu upplifun? Já, viku seinna. Já. En, jú, ætlum maður fái sér ekki. Fórni sér. Já. Þetta er svona eins og Interstellar. Maður getur alltaf horft á hana eins og oft maður getur. Já, getur alltaf horft aftur og aftur. Já. Eða þú veist, hvað er ykkar svona go-to mynd? Þegar við vilja horfa aftur á myndina. Hvað mynd er svona í minningun eitthvað, svona först? Ég bara veit það ekki alveg. Nei, ég var alltaf einhvern veginn með Locked að Ready Player One var ein af mínum uppáhald, sko. Já. Hún er mjög góð. En ég fór hins vegar í bíó í gær á Hail Mary. Já. Hún er góð, sko. Já, ég er búin að fara hann líka. Hún er wholesome, mjög góð. Ég eftir að horfa hana, sko. Hún er touching. Já, mæli með. Mér langar svo mikið að horfa hana, veist, Ryan Gosling hans. Já. Þetta er geggjumynd. Svo næs, sko. Svolítið löng, en það er samt einhvern veginn virkar. Já. 2:40. 2:40? Bro, þetta er bara starf, sko. 2:40? En það er samt, þið finnst hún ekki vera á löng, sko. Nei, það var alveg sjokk þegar ég. Já, ég hef viljað vera lengri. Komin á. Ég er að bíða eftir nummer 2. Wow, þetta er öðruvísi heldur en
Eða Ekki sama borð og við vorum í sinstu viku eða? Jú, Flestir voru náttúrulega að keyra hérna út af mæstu Já, það voru fyrir bullinu erfiðleikum með uppeyðum. En spurning með hverjum við erum að fylgjast með það Hann þessi sem við erum að horfa á bara að spila hérna hjá okkur í stúdíónu. Já, ok, við varum að tripla hann Sætt, hann kann nú þegar á mappið Við erum bara að horfa á, hvað hét hann í síðustu viku sem var að slátra þess alltaf á básett. Já, býttu þetta var ástæðan okkur gæðin dag Já. Hann reyndi að fara hann á vegginn Já, Seinast og virkaði greinilega ekki Sýni hversu mikið við viljum. En þessi sem hérna inn í herbyggi, ég sá hann einmitt vera að hita upp að náðan Já, Og hann kann á leikinn. já, hann örugglega bara Þetta ekki nýfyrir Hann bara að bústa í hvert sinn sem hann fær þetta hopp. Hann hefur verið að koma seint í mat og eitthvað heima hjá sér að hann bara að spila Þessi vel stuttur sko. Já, Hoppar. Herru, hvað Herru. með einhverja stittileg þarna líka Wow. Þetta eitthvað sem ég vissi. Nei, hann er búinn að vera á YouTube þessi sko Ég fyrir aftur að segja horfa hvar aðrir eru. Já. Hinnir eru samt ekkert eitthvað fáranlega langt fyrir aftan Nei, og sjá hvað þeir eru alveg í napp þarna tveir. Það er einn aftastur og svo hinnir í öðru og þriði eru bara nýfjafnir. Hann er búinn að... Nei, Hann er ennþá við bann eftir. Ekkert nót fyrir bann hans. Já, þannig að setja hann ekki núna niður og fá sér eitthvað nýtt Við bíðum bara eftir að sjá bláu skjaldbökan að koma. Já, er það ekki? Það held ég. Ég sé að miskusti, já. Hann allar þessar leiðir Það er með þetta feil. Hann virðist ekkert fyrir að nota bannan Nei. Ég legit sko, hann er frömstýr og það er ekkert að fara að stoppa hans sko. Nei, sýnum það ekki. Það er að hoppa svona og gera einhver helgjastök Fær maður hraðar hann eða... Já. Já. Og það skiptir máli með hvaða trikk þú gerir í, þú veist, hvaða aðstæður. Ef þú ert að fara að beygja til hægri þá þarf að gera svona trikk og beygja til vinstri Já, og ok. þetta er rosalega mikið pæling á bak við þetta. Spurning hver þetta er, þetta er Jökull Þetta er jökull. Jökull og þannig að FA er í fyrsta öðru. Er vá, við fengum ekkert að sjá Þetta var samt ekki Haichu, þetta var Já. Soldís. Þetta er, já. Herrum Var ekkert þetta að sjá stíina aðeins lengur? Já, ok. Jökull er Aron frá FH. Já. Það er Já, hérna. hann er bara að spila á okkar. Já, hann er að heitir spila. Jökull. Já, Alveg hann er að spila í síðust. stúdíu. Já, þessum, ok. Og við erum eitt þá með Haichuf Ken. En við sáum ekkert Haichu hver Candy. Já, Haichu Candy. Aron var í fyrsta og hvað var vinnur hans í? FA var í öðru. Öðru. Og Var það gerð Soldís, ekki reyndar Það kom- já. Haichu Tóku þeir fyrsta Og og í- annað þá? já. Já, ok. í þriðja og fjóða. Þannig að Þannig að það er, já, það er Soldís en ekki Haichu Candy sem það er var að spila. in-game. Já, ég skilji. Já. Þú var alltaf mikið. Já. Það er ekki. Nei, en þetta var interesting, þú veist, sá sem var að spila núna, sem við vorum að horfa á, hann kunni allar shortcuts-leiðinar, Já. allar styttir leiðinar Já. í mappinu. Já, hann leta Og- alltaf lít út fyrir þannig, sko. Kannski eru fleiri. En ég meina, þetta er líka eina mappi sem er staðfest. Er ekki svo, næstu brautirnar eru eitthvað handháskendar Jú. eða valdar. Þannig að það er eins gott þú sett góður á þessari. Þú veist, þetta er auðveldast að æfa sig á þessari. Af því Já. að þú veist að hún kemur. Já. Það eru hinnar bara random. Já, eða ég veit ekki alveg hvernig það er. Eða hvort að liðin velji. Já, það var gaman. Það getur verið, já. Já, hinn er velja og síðan er round pick. Já. Þannig að það er skemmtilegt. Já, Þú veist, þá- já. Þannig að þú veist, eins og hann Aron, hann myndi þurfa að spila öll möppin í gegn Já, og finna út hver eru styttri leiðina. nákvæmlega. Styttstu leiðina til Já. að sigra þetta mapp. Já. Hvernig get ég verið fremstur í hvert skipti? Þetta er heimavinna sem maður þarf að leggja á sig. Já, Maður þarf að... Chat GPT. Já, Það getur hann ekki hjálpaði með allt saman. næsti. Það er að Gemini hérna. Já. Já, þannig Við að erum á leiðinni í næsta, já. Nei, já. Bara Alli Ingóls, AI, hann Þetta bara er hjálpaði þeim með allt saman. Já, þeir eru að fara að spila hvað? Fimm svona leiki? 5 brautir. það er búst á fyrsta Soldís sem að þess áfram, en það er ekki alveg. Hann er bara driftið á hreinu. Gott, þannig að slæðið hann er með stýttileg þarna. Styttileg slætan á. Þetta virðist með ekkert hafa verið eitthvað one-off, þessi fyrsta braut. Hann er búin að meta þessi. En hann er bara í veggnum þarna. Já.
Ég held hann hafi feilað þarna. Já. En hann Hann mennskur. Þetta allt saman. Soldís tekur fram úr. Já. Þetta einmitt sko svona leikur svona, það getur sagt svona sambland af Tony's skatepark og þú getur bara, farið á svona railings og Já. Ég minnst þess ekki að þetta hafi verið svona þegar ég var að spila. Nei, það var auðvitað ekkert svona sko. Nei. Þú gæst ekki farið á svona mjóa parta og vera bara okkur svona litlum búð bara. Sjáum hann Þetta er svona sko, þetta er ekki hægt sko. Reyna núna aftur væntanlega að fara í vegginn hérna. Nei, hann hætti bara. Já, það er snittilega höfn. Hann var á veggnum áðan sko. Hann greinilega þorði ekki núna. Kannski óþarfi bara. Hann er bara... Já. Hann verðist nú að spila þetta mætt einu sinni að bána. Já. Hann er ennþá með sko tvo sveppi eftir. Já, það ekki. Hann er ekkert að nota það sko. Og þeir eru bara í... Væri maður ekki að kasta, ekki sveppin, það ekki boost? Jú. Myndi maður ekki kasta 2 boostum að og ná í nýtt eða? Er það óþarfi? Já, fyrir hann er óþarfi. Já, Hann er bara lengstur framan. Eða þess að núna, boosta á þetta og kannski bara annar boost? Nei, þarna búst. Jó, hann nota. Já. Já, hann notaði. Eða skipt hann bara. Nei, hann notaði. Hann tvo eftir. Já. Já, hann notaði þetta, hann var að fara í gegnum moldan, þannig að þurfti að fá ekstra Þess vegna er hann mögulega... Þarna boostaði hann aftur. Já, þetta var þetta búið. Já, wow, Hann hefur verið að geima sveppina fyrir þessa moldana til þess að komast ræðir í gegnum tittilegina. Þetta er allt taktík. Já. Taktís í þessu. Vonandi fá að sjá stigatabluna aðeins lengur. Augnablik. Við erum bara mættir í quickscope næstu, þannig. Jökull, 10 stig, FA 6 og síðan Soldís. Já. Feppa með 6, 10 stiga forskot á FA. Þetta er góðu möguleiki. 3 keppnir eftir. Já. Á blaði eru möguleiki en með hvað við erum búin að sjá. Já, reyndar er Aron kannski svolítið með þetta bara. Við þurfum kannski að fara bara inn á triplan, kýtla eða eitthvað. Hann svona að feila þarna, þið sáu þarna hoppið sem hann náði ekki. Já. Og þá voru hinni komnir á undan. Já, reyndar. Það þarf bara svona lítil mistök. Já. Og þá er Soldís komið á undan sko. Þegar hann að Soldísars félagar, þeir eru greinilegt að nýta þetta split screen. Það er greinilegt að virka. Nei. Þeir eru bara að rugglast. Þeir eru hvað? Ég er að spá sko, ég er ekki búinn að sjá eina rauða skjaldböku eða eina bláa skjaldböku. Nei. Eða Cannonball. Nei. Við erum ekki búinn að sjá það. Neitt af þessu. Þannig að... Er þetta allt að gerast fyrir aftan Aron? Já. Hann er bara á lullinu fremst þarna, eitthvað bara, þú veist, svo er bara styrjöld fyrir aftan hann. Já, það lítur fyrir það sko. Það er skemmtilegt að horfa á þetta, að sjá, þú veist, seinast vorum við með mann sem var aftast og nú erum við mann sem er fremst. Já. Þannig að, já, það er svona öðruvísi, að horfa á þetta, sem er gaman. Nei, já. En þetta er þá borð 2 af 5 og þá eigum við 3 borð eftir og haldum við sjáum eitthvað öðruvísi hér. Nei, ekki fremst allavega. Nei, það er auðvitað að segja. Já. Ég væri til í að sjá fleiri svona áhættur. Já. Þú veist, taka erfið stökkin eða ef það er möguleiki í svona borðum til stýtts einhver tíma. Já. Aðeins að ná í þessar klippur fyrir TikTokið. Já. Eitthvað svoleiðis. Já, það er alveg pæling. Það væri gaman. Viljandi hægja á sér til þess að skjóta eða eitthvað svoleiðis. Já. Setja svepp fyrir framan einhvern. Já, reyndar. Eitthvað svoleiðis. Það væri þetta gaman. Hanna. Það erum við komið á næsta borð og þá erum við, hvað er þetta? Castle. Hvað heitir hann aftur? Já, Royal Castle. Bowser, já, Bowser Castle. Vá, hvað lítur svo miklu öðruvísi í Mario Kart World, sko. Ég maður þetta að spila þetta borði í, sko, Wii. Hanna. Heyrðu! Býttu. Þetta var rosalega. Hann er að fá styttingar, þessi. Hanna er það sem við vorum að tala samt. Já, þetta kemur áhættan sem þú ert að kalla þetta. Já, hann hefur verið að hlusta bara. Já. Ég tala nú alveg fyrir hátt. Hann er nú bara annað 5 metrum frá. Já. Hann heyrir í hann. Herðu, hvað? Þetta er bara... Já, allt í lagi. Hann er bara, Soldís að það fyrir fram hann. Hann tekur þigurlega. Já, sætt. Ó, fyrir þetta hann Já, nei,
slætar, þú veist, hann hitt á þetta, ekki? Og þá fekk hann auka. Ég veit það ekki. Er hann fyrstur núna? Já. Já, ok. Hann sjá verður að hvað- reyna þetta aftur. Sjá hver græna er fyrir aftur. Dodsa þetta. Fer upp á vegginn. Hann það gera sama, hann þarf að reyna þetta aftur. Þannig að... Þú maður sjá þetta. Já, Hann nærði því! Jésús. Þetta styttir svo mikið, sko. Já. Já, þetta er alveg góð beigja þarna. Góður brókur. Þú veit hvað þessi var þegar það var þarna NLG-mótið í Mario Kart. Það er alveg pæling. Nei, aldrei. Hann hafði ekki bara verið heima á þessu ræða sig. Og þarna, já, þarna notaði hann einmitt svepp þegar hann var í eldinu. Hann fer í eldinu og sveppir áfram. Annars hægir á þessu, sko. 3 balana. Er hann að hægja á sig? Nei, það fer bara hraður. Hann var reynda aftur. Já. Ef hann er sem hún í annað skipti þá er hann búinn að redeema sig. Nei! Það er eldingin sem nær honum. Það var ekki smá tímasetning. Þetta var vel tímasett hjá Soldiers og félagum. Það er lengstur frá hann. Þetta borðið er allt öðru sem maður mann eftir þessu. Veit ekki, hafið þið spilað Bowser Castle í Wii eða gömlu? Stundum vil hann vera hægra með stundum vinstra. Það skiptir bara svolítið vel. Já, kannski brautum. Ég veit það ekki. Skiptir það ekki. Tekur hann og slætið inn í markið og klárar þriðja leikinn sinn í röð. Við fundum bara að sjá þetta shortcut, sko. Þetta var rúsa. Það, þú veist, við fengum að sjá það strax ekki að byrja bara, ok, hann er að reyna eitthvað, Já. Býðum aðeins, hann er að reyna eitthvað. Síðan næra því og við bara, wow. Herðu, Soldís. Já, ok. Soldís komið fyrir ofan. Já, Stóri bakkan. þetta er alveg á hægt. En Nei. það eru 2 keppnir eftir, þannig að það er Það var hvað? ekki mikil sens. Soldís getur samt nælt fyrir í annarsæti, sko. 10. Já. Já, Það er 14 stegum. F-fallendi í öðru sæti hana. F-fallendi í öðru sæti hana. Þannig að það er þá spurning hvort að Soldís komist hann í annarsæti, sko. Já, Það er allt hægt. það var gaman. Já. Gaman að lappa í skólan allavega á morgun. Taka annarsæti. Ef það verður skóli. Já, Ég er búin að reyndar. sjá veðurspána maður. Það er appsingul viðvörun á morgun. Ég er ekki búinn að segja viðspána. Siggi Stormur bara, hann er bara mjög ísi á hræðslu, sko. Hann er bara skítrættur, þetta verður bara skellulegt, sko. Ég elska bara vittlust viður. Þetta er bara... Kemur bara eins erfitt viður og hægt er. Ég meina, munið ekki eftir því þegar maður lappar heim úr skólan sem krakki og maður setti úlpunum bara upp til þess að fljúa í rokinu, skilur. Núna má þetta ekkert, nú eru krakkarnir bara heima. Já. Getur ímyndar að missa þessum minningum. Þetta var bara Maður geðveikt. flaug bara marga metra, skilur, þú veist, það bara hljóp niður brekku og þetta var... Bara leið snjónum að vera eins djúpum og hægt er, sko. Ég man svo vel eftir þess að það var ógeðslega mikill vindur og maður var í skóla, sko, og bara, eigum frút, já! Og svo voru bara leikugar að, þú veist, reyna að fá vindið til að líta okkur, sko, þetta er svo gaman, sko. Og þú veist, ég bara, og því að vera 21, sko, það er bara minning, sko. Ég sá það nú bara lappa henn inn með úlpuna og vera eitthvað að reyna að því vindin, sko. Nei, en, þú veist, þetta, já, það verður mjög átt veður á morgun og hérna, það verður spurning hvort það er skóla á morgun. Já, ég er náttúrulega ekki í skóla Nei. og ég horfi ekki á veðurspána. Nei, ég kíkti einmitt á Windy og þeir sögðu að það væri svona 20 metrar á sekundu, eða svona 15 til 20 metrar á sekundu og þetta myndi hætta svona, hvað, 3 4, þá dvínar þetta. Þá erum við komin í svona 5 metrar á sekundu eða eitthvað. Já, ok. Þannig að það var svolítið þægilegt að kíkja svona á og til, sko. Já. Ef það er í mitt eitthvað svona brjála viður þá fær maður alltaf að heyra það bara frá fólki. Já. Það þarf ekkert að kíkja sér, sko. Þannig eitthvað til í því. Herri, hann er strax farinn Já. Já, býttu, hann, já. Nei, heyrðu. þegar hann hætti við að fara hann upp. Já. Það verður óvart. Ég er að gefa þeim falska von. Soldís á niðursæti, já. Það er bara, fyrir strax, oi! Hei, skallar hann og Bara á 2 beyjum er að koma í 4. í fyrsta. hvað gerir þessi 4? Þetta er Já. Það er svona ekstra. dekkur aðeins upp, svona, Já. já, ef það skýtur einhver skil í því, þá getur þið
Hoppa fram í henni. Já. Það að nota hann. Já, sætt. Já, þetta var að... Peningur bara. Já. Handa hinum. Þegar hann kom inn Það hoppar hann alveg upp á. Já, sætt. Hann er bara í öðru borðið að Já, hann er ekki að spila saman leik. Nei. Það er bara komin allt annað, sko. Þannig sjáum við að það er hægt að fara þarna upp með því bara að gera það. Já. Það er líka einhverstað hér síns mér. Þú getur hoppað hann og... Já, hérna upp á. Já, þarna. Já, sætt. Já, þarna líka vinstra megin. Já. Já, þessi kann bara alla beigurnar, alla styttirleiðunar. Þessi er ekki nýbyrjandi í þessum leik, sko. Nei. F.A. fengur bara svona örugglega bestu spilarana bara spila í lið með sér. Já, ert þú góður í Mario Kart? Já, ok, inn með þig. Ert þú góður í lagin? Þetta er bara... Hann er ekki byrjað að skapa lagan. Hann er auðvitað með grænu. Grænu fyrir aftan sig að verja sig. Síðan banan núna, þetta er bara... Foskot þarna. Já, hann er líka bara eftir komið. Hann er í síðustu beinu. Ég held að ef hann fengi 3 hringi viðbót, þá myndi hann mögulega ná þessum afturstig. Já, það ekki? Hann er þannig hálfum meila undan. Já. En við fáum að sjá hver í öðru seti. Er það Soltis eða er það F.A.? Það er F.A. Er það ekki? Mario. Já, er hann Baby Mario? Baby Mario, já, ég held það. Baráttu 3. og 4. þarna og... Ég veit ekki hvað þessi kallar heita, sko. Nei, F.A. er ekki Baby. Nei, þannig það er Soltis. Er að sækja 20 á móti 24 er dugar Soltísonum að vera í öðru og 3. seti í síðustu keppninni. Nei, var ekki 30 á móti 24. Það var Eða 30 á móti 14. F.A. var hann með 10 stygg, sko. Ok. Soltis. Ég kann ekki að telja. Nei, ég Splittka bara. Ég var Split-screen Soltis. Ég var veikur í leikskólanum. Já. Hérna. Split-screen Soltis. Þú hætti bara að telja þegar þú komast upp í 3. Það er ekki meira. Nei, en eins og við sáum, þú veist, já, Aron er engin nýbyrjandi í þessum leik. Nei, spurning hvort við fáum hann bara í viðtalina beint eftir á. Það er alltaf gaman. Spurði hann hversu marga klukkutíma hann er búinn að setja í þetta. Já. Svo mikið hann er búinn að læra með leik. Já. Hvaða leik hann byrjaði að spila. Já. Já. Við fáum hann í viðtal á eftir. Nei, þetta er... Það er alltaf að gerast þarna bak við þegar ég segja eitthvað. Þetta er í vinslu. Já. Viðtalið er í vinslu. En það er ein keppni eftir. Já. Það tjatti sig að missa sig. Mögulega. Það er bara, wow, þessi Aron. Já. Wow. Þannig að það verður gáð Ég væri til í að mæti skólan á morgun sem Aron. Já, ég líka. Og dressa sig ógeðslega svona, ógeðslega cool, svona, lappin. Setja glera á sig, vindurinn búinn að glera hárinn að og svo sest hann niður með svissi sitt. Já. Verður að spila. Tengir í skjá eða eitthvað, setur þetta stóra skján. Inn í matsalinn bara. Já. Og það fólk er að berjast að sitja á borðinu hans. Má ég núna? Hann allan sér þetta fyrir sér þannig á kottanum á kvöldin. Þetta er draumur, sko. Þegar hann leggja alla klukkutímana og svita og tárin í mærakvart, þá sér hann þetta fyrir sér í hillingum. Já. Nei, en þú veist, það er skemmtilegt þegar með skólar er að styðja mann í þessu, sko. Já, þú fegst stuðning þegar þú varst að keppa. Já, það var sko, við fengum kennara til að horfa á okkur. Það voru kennara sem mættu hérna í arína. Já, ok. Og fengum að horfa á okkur, sko, það var ykkur. Þeir fengu það. Póstur á Facebook, eitthvað. Þetta eru með seinasta mapp. Og ég kannastu við þetta sandmapp, en veit ég eitthvað. Herru, hann er ekki lengur í fyrsta. Nei, það er F.A. Hann finnir út á því sama. Nei, við þetta græti skjaldböku. Já, koma svo. Soltis. Hann er að fara að leita einhver styttileg núna. Hemst ekki upp á vegginn fyrir drullunni smá. Er hann að spila liðsleikin á hann að Tíðast öll. Það er hann að halda hinn teimur frá F.A.
blokka fyrir það. Já. Það er ekki bara solid draft. Það er sko. Jú, mögulega. Svona í síðustu keppninni. Sýnst það samt vilja klára þetta með sigri, sko. Fullu. Eða hvað? Ég segi bara hér gamlega, ég sé þetta. Já. Fýtt þú bara. Jafnvel bara setja banan og beint á hann. Það var ekki gott. Það er einmitt sko. Það er stýttakar á þessu mappi. En Já. ekki, mér sýnist ekki, jú, það er einmitt, þarna er hopp. Já. Og Hann reyndi það í fyrsta hringnum að fara með vegginn sem kemur núna eftir þessu beigju. já, þarna líka, sjáum hann að reylinga uppi. Já. Já. Þetta er helling af möguleikum. Hann ætlar að gera það núna. Þannig. Kemst ekki aftur. Allt löður Já. Reynir að kasta í FA. Þeir eru með þetta Þeir eru með þessu bláaskilin á leiðinni. Já. Og þá fá að sjá stíðin. Þurfum alveg að spyrja hann sérstaklega út í þennan leik. Hvernig hann fór að missa fyrsta stíðin. Já. hvort það var bara að leita sér að shortcutsum með styrli. Gæsti að munur. 17-38. Já, ég taldi bara minni. En það var gaman einmitt, þetta var mjög skemmtileg leikur og við sjáum þannig í endanum að hann var að reyna að finna, held ég, leiðir til að stytta sér. Mögulega kunni hann ekki á þetta mapp og var að leita að þeim. Gæti verið. Stöðu svona exotic map fyrir hann, svona eitthvað sem hann hefur ekki prófað áður. Eitthvað nýtt. Þannig að hann sá bara, þú veist, hann skannaði og bara, ok, þarna er veggur sem ég get hoppað á. Ég ætla að fara á hann. Feilar, ok, feilaði, en vinnum minnum fyrir frá hann. Já, reynum bara aftur næsta hring. Já, þannig Það að virðist munur svona miklu stýttirleiðinar af því að núna sáum við FA var á undan honum Já. þegar hann notaði litla sem enga stýttirleið. Þannig að kannski er það bara lykillinn að þessum leik að kunna stýttirleiðinar. Það heitir náttúrulega styttri leiðir af Jú, ástæðu. Þannig að það er alltaf gaman að sjá þegar maður horfir á svona á Mario Kart og sjá fólk taka sér styttir leiðir því að, þú veist, það er ekki allir sem vita að þeim. Þetta er bara svona, því að þetta er svo mikið svona leyni. Og hann lætur þetta líta út fyrir að vera miklu auðveldara heldur en að er að gera þetta sjálfur. Já. Þannig að Ég get eiginlega, þú veist, lofa ykkur því að þetta er ekki eins einfalt að ná öllum þessum stýttirleiðum og hann lætur að líta út fyrir að vera. Nei, nokkulega. En heyrðu, við vorum bara að sjá FH taka MSI Mario Kart og þá ætlum við að henda okkur í smá auglýsingar og við tökum viðtal við hann Aron. Við komum rétt eftir. Smá. Þegar 2 af ástsælustu vörumerkjum þjóðarinnar taka höndum saman verður til bragð upplifun sem enginn getur staðist. Sirius ísblóm með salt karamellu kurli. Blanda sem þú verður að prófa. Og verið velkomin aftur, kæri áhorfendur og eins og við sáum þá vorum við að sjá FH
taka MS í Mario Kart og það var enginn annan Aron sem situr með hjá okkur sem var að spila og fremstur hann að mest allan leikinn nema senasta en Aron, hversu lengi ertu búin að spila hann leik? Bara síðan mótið byrjaði. Já, ok. Bara síðan móti byrjaði? Já. Sem bara í nokkra mánuði? Já. Þannig að það er fyrsta sinn þú snertir Mario Kart World. Já. Já, Hvað er það? Bara mánuði síðan eða eitthvað? já, svo cirka. Og hvernig lærður á öll þessari styttri leiðir? Það var geðveikt 1,5 tíma YouTube myndband. Sæll. Það sem var bara verið að sýna allar svona bara helstu? Allar brautirnar og sýndi helstu shortcuts. Já, ok. Svo bara æfði ég mig á þeim og á kveðnum uppum. Ég vissi að við varum að spila Sky High Sunday þannig að ég spilaði það svolítið mikið. Já. Já. Þannig að þú bara svona strattar alveg það, bara alveg lokkar það inn og bara ok, þetta eru allir styttri leiðnar, svona get ég þetta. Já. Það er bara mjög gott. Svo fá að velja mapp þannig að ég var komið með svona mitt mapp. Já. Skilji. Og þannig að, já. Nei. Þetta var spurning. Já, ég ætlaði bara að spyrja hvort það sagði fyrir þér að því það er stundum verið að halda svona einhver Mario Kart mót annars staðar heldur en Freezy, heldur þú sérst að fara að reyna að keppa þar líka? Það var ekki áætlunin. Nei. Ef það gerist þá verður það gaman en mér langaði bara að vinna þetta mót. Já. Þetta er fyrsta sinn sem þú spilar, þú veist, Mario Kart World, já, ég á Switch 1 og á fyrirleikinn þar og bara spila svona party game. Já. En fyrst einn sem ég spila competitively. Já. En þú veist, Mario Kart hefur spilað á, þú veist, gömlum, þú veist, eins og Wii og alltaf þessar tölur. Og DS. Ok. Spilaði eitthvað smá þar. En ekkert eitthvað við því annað. Nei. Þá bara þegar þú fattar að vera að keppa núna í frís, þá varstu bara, ok, það er nú tími til að lock in og sína fólkinu hvað ég get. Já. Þetta var impressive það sem við vorum að sjá, sko. Það var eitthvað sem við vorum ekki búin að sjá í seinasta leik, í seinustu viku, þá vorum við ekki búin að sjá það. Og við sáum þetta seinasta mappið, sandmappið, og það svona mapp sem þú hefur aldrei spilað áður, eða? Já, svona ég veit shortcuts, en ég kann það ekki nógu vel. Nei, þannig að það var bara svona... Já, og svo var liðsfélaginn minn í fyrsta sæti, þannig að... Já. Það var gaman einmitt að horfa á þetta, þú veist, að sjá ykkur tvo. Var engin svona, ég veit að liðsfélaginn var í fyrsta, en langaði þið ekki að klára bara öll sætin, eða þú veist, öll borðin í fyrsta? Nei, ég hef búin að vinna svo mikið með þér. Já, sá hann að reyndar að kasta skjaldbökun í hann í endan? Nei, ég var að reyna að koma mér út úr sandinum. Ok. Koma mér að sveppinu sem ég geti notað hann. Já, ég skilji. Það hefði verið fyndið. Skjóta vinsinn. Já, það er þetta mjög fyndið. En já, við sáum líka, þú veist, ég sé hérna að þið eru með, þú veist, 178 stig í þá, þú veist, áður fyrir í bracketinu og séu var eittlið fyrir ofan ykkur. Þú veist, voru þið bara alltaf í fyrsta, þú veist, voru alltaf spila alltaf saman bara? Já, ég var alltaf í topp 3. Við vorum 3 að berjast efstu 3 sætin allan tíman. Og það var FG sem vann. Þeir voru með 200 eitthvað stig. Já, það er FG sem var í fyrsta. Já, er einhver skóli sem að þú svona heldur að síni er mestu? Já. Er það FG? Já. Ok. Já, verður gaman að sjá hvernig, ef þú komist áfram þar að segja. Það er náttúrulega 2 leikir Rocket League og CSGO eftir. Já. Þekkirðu þá spilara? Nei, það er bara, þetta var æðislegt. Það var vel spilað hjá ykkur, gaman að horfa á, sjá öll þessi stystu leiðir. En gaman að hafa þið, Aron. Takk fyrir. Og já, við ætlum að henda okkur í smá auglýsingar og við henda okkur í næsta leik sem er Rocket League. Þegar 2 af ástsælustu vörumerkjum þjóðarinnar taka höndum saman verður til bragð upplifun sem enginn getur staðist. Sirius ísblóm með salt karamellu kurli. Blanda sem þú verður að prófa.
Þegar 2 af ástsælustu vörumerkjum Herri, þá erum við komin aftur en einmitt, við vorum að taka viðtálegan Aron frá FA sem var bara að vinna Mario Kart og hann var að spila við bara hjá okkur hann að bakvið, undir nafninu Jökull hann sem sáuð upp á stigatöflu en við ætlum að henda okkur síðan í Rocket League en áður en það gert þá vorum við bara að fá sendingu á okkar besta ísenda frá MSI's Minecraft ísinstrákur. Já. Dig in, eins og stendur það. Kemur. Grafinn. og við ætlum að mönsa honum meðan við förum yfir liðsmennina hjá hvoru. Það bara að fara að borða en að Minecraft ís hverju viku. Já, ég segir ekki nei við því, sko. Ég elska ís, sko. Það er svona mitt top 5, sko, að geta. Það er að borða ís. Græni er skemmtilegur. Já. Það verður betra ef brúni verður efst af því að græni er bestur. Já, eða þá að þau væri með mismunandi tegundir í hverjum pakka. Einn grænan, einn brúnan, einn hvítan. Það getur verið eitthvað. En við komum samt að í seinustu viku að það væri nettar að vera með fleiri layers. Já. Og líka þetta verið grátt hérna neðst af því að þetta á að vera demantar, þetta bláa punktar, sko. Það vantar svona... Þeir finnast náttúrulega ekki í hvítu. Vantar bedrock, sko. Já. Cobblestone og... Já, það svo gaman. Þetta verða netherrack. Nei, nether útgáð. Já, oh my god, já. Jarðaði bara ís. Minecraft nether. Eðast, já, kannski er það bara í version 2 af þessum ís. Mögulega. Megum við ekki bara verið í MS og sjáum að gera Sækjum hjá Frisk og bara búið þetta til. Eða þá myndum við reglulega sjá þú veist, rautt, hérna þessi hvítipartinir, það er svona appelsínu gult, myndum við sjá, hvað, svona, við myndum segja kirsubera ofan. Nei, ég var bara að hugsa, þú veist, akkur er ekki Steve ísinn? Það var eitthvað. Já. Talandi Steve, miskildu þið Steve og held að hann væri með skegg? Nei. Já, ég er þetta að gera það. Ég held alltaf að hann væri með skegg. Hvað? Munnurinn, já. Þetta er bara munnurinn. Þetta er munnurinn á honum. Ég held alltaf að þetta væri skegg. Það var eitthvað, var það í Mario? Sem einhverju með húu þarna? Nei. Toad? Jú. Já. Þetta er húa, þú veist, Toad, svepp. Já. Svo er hann bara, þú veist, bara alveg sköllóttur, bara ekki með neitt. Bara, þú veist. Já, mér finnst brúni, ég er ekki súkkulaði maður, sko. Nei. Ef þetta skiptir sig fyrir jarðabör, þá erum við að tala saman hjá mér, sko. Segjum að þið farið að fá okkur ís. Hvað ís hendi ykkur á það? Ég fæ mér alltaf mjólkurís. Ég fæ mér bleikan jarðaböra. Fæ mér alltaf gamla ísinn á Vesturbæ eða Huppu. Já, ég ætla Akureyringur, þannig að... Já, Brynja. Já. Sveita eða mjólkurís? Jú, er ekki sveita eða hinn ís? Jú, Sveita og Huppu. Já, Sveita eða Huppís. Já. Hvort myndið þið? Það er mjólkur eða rjómaís? Ég fæ mér alltaf mjólkurís. Mér finnst það bara eitthvað betri. Hvor munurinn er? Brynjuís. Hann er svona kaldari og svona öðru ísi. Já, er það mjólkurís eða? Já, það er mjólkurís. Já, ég fíla það held ég. Hinn er hann er svo rjómakjötur, hann er svona meiri þykkari, sko. Já. Hann er meiri þykkt í því, sko. Ég er meira þar, sko. Mér fílar þykkt. Já, nákvæmlega. Mér finnst bragðið vera svo miklu meira í því. Þannig að það er þess vegna sem ég er alltaf þykkt. En, þú veist, þetta er gott, sko. Já, þetta er mjög solid, sko. Það er eftir að segja nei við þessu. Já. Það er svona að segjum að við séum á svona strönd og förum upp á svona, og það er svona ísbíl, það er svona að vera að selja ís. Bara, má ég fá ís? Að vera að selja þennan. Hvítadæmi er líka gott, sko. En ekki getum við fengið að sjá line-upi fyrir Rocket League með að við borðum hennan svakalega ís. Getum við séð. Hanna. Við erum með hjá FH, þá erum við með Stepp, PS og Emilvald. Það er ég er með annað hérna á blaði.
Það er PES, ég veit ekki hvort þetta er sami, en ég var með Direct-takin 7088. Já. Er það sami og PES? Eða er það bara, þú veist, er það bara svo sem var kannski substitute, eða svona Mögulega. Ó. Já, fengum við ekki. Það fengum við ekki, já, ok. En já, hérna erum við með, einmitt, Emil Vald. Ok, byrjum á fyrsta. Hvað myndi ég gefa þig? Step. Já. Steps. Nei, Stev. Step. 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 Er þetta að segja þetta? Stev. Ég er hann ekki bara að kalla það Step. Jó, hann er kallað Step. Hann var það alveg, hann var að spila óður að sjá okkur. Er þetta Þá var hann bara W? Nei, hann vinnur bara. Já, Step W, reyndar. Já, möguleiki. Já, það PS er náttúrulega solid. Já. PS. PS. Nammi sko, PS nammi. PS er gott, sko. Emil Vald. Við erum með Emil Vald. Þú veist, við getum allavega verið að segja neitt við það. Fóreldrar hans örugglega skýra þann þetta. Emil Valdimarsson eða eitthvað svona, já. Hann heitir með það, sko. En þetta er lélegt. Mm. Nei, ég er að tjóka. Það kannski vantar aðeins svona creativity, eða svona smá sköpunargáfuna Það vantar gamer-takkið, sko. Já. Þú veist, MC Val. Eða eitthvað. MC Val. Og einmitt, Emil Vald er einn af þeim bestu hérna í Rocket League. Já, ok. Hérna á Íslandi. Já. Hann keppti fyrir KR, minnum mér, og ég held að var í Dusty líka, hvort það var Valdimar eða Emil Vald, man ekki nákvæmlega. Óðinn Mar 14 hjá menntaskólanum í Sund. Já. Það er svona álíka. Það er gott, hann hefur reynt allt annað. Það var búið að taka 1, 2, 3. Nefn að sé Óðinn María. Já. Nei, ég er ekki. Óðinn María væri svona Mér finnst það svo cool þegar mér finnst það svona cool þegar fólk notar tölustafi í staðinn fyrir venjulega stafi. Já. Mér finnst það alltaf geggjað. Oxar by the way. Oxar by the way. Ég fíl þetta by the way. Þú veist. Nei, það jokes. Já, já. Já, Þú veist. Oxar. Gucci by the way. Öxar eða... Já, ef hann að tala Oxar, eða þá Oxa eitthvað. Ég bara... Er hann að Oxa óvinnu sína? Mögulega. Bastian niðurstrik God 08. Ég ætla að giska hann er fættur 2008. Já, ég ætla að skjóta það líka. Vá, það er rosalegt. Það er menntaskóli núna. Já. 08. Wow. Shit. Sæll. Ekki myndi Bastian. ég. Hann er bastardur. Það eru 16 ára krakkarnir, já. Það er... Svo guð. Þetta er Nei, alveg... hann er 18 ára meira þess að. Þannig að hann er að klára mentaskóla. Já, wow. Shit. Það er 2010 krakkar í mentaskóla. Já, ok. Jésús. Ekki bara... Já. En þið gíska að fá í sigurinn? Já. Út frá hvernig... Ekki nema þetta sé bara eitthvað crazy, sko, bara underdog Og Dark Horse saga sem er að... menntaskólinn við Sund sé það bara að fara að synda heim eða eitthvað. Já. Við fáum að sjá eftir smá stund. Við erum að byrja fyrsta leik. Leikmennir í það í skinnun að býða. Já. Við býðum líka. Já, Spennt er þetta að sjá leikinn og skjáinu okkur. Alveg að Þarna erum við að sjá BB Bastian. Herru, hérna er öðruvísi nöfn heldur um að sjá fyrir fram hann. Já, Arnar Logi. Já, hver er það? Við vorum ekkert búin að annánsa hann. Új, rosa varslæðina. Hjá Axar. Stabs. Herru, það er ágætt svörn hjá MS. Mikið sótt á markinu þeirra en þeir standa... Þið getur verið að sjá fyrsta marki. Nei, þeir eru 3 á línunni. Ná að verja. En við sjáum að FH er ekkert að gefa þeim mikið breyk en MS þeir eru að svara. Emil Vald upp í loftinni, já, þeir eru bara að senda okkur annan lengst uppi. Já, hljóðið var smá í ruglið þarna, eins og þeir eru. Skot á ramman eða hvað, nei, og sjáðu vösluna. Það er mjög close. MS er alveg að verjast. Þeir eru góðir. Já, Oskar er að sína sig, snýr sér hann í hringi og fer strax upp boltan. PS. Tvefald snerting á vegginn, nei. Já, Emil kemur. Herru, 3 aftur á línunni. Þetta er bara gamla að leggja rútunni. Já. Ég meina, ef það virkar, þá bara... Já. Þetta er taktík að vera bara með allir marki. Þetta er jafnarinn var búið að segja okkur. Og Emil Vald kom inn í loftið. Já, hjúskan bolta þarna. Já, Þetta var rosalega. þetta var rosalega. Hann bara
fleiri sig hann upp, Tekur hann að flippið. double touch. Og svo, er Arnalógi að býða og getur eiginlega ekkert gert í þessu. Nei, það er rosa erfitt að gíska þegar einhver nær flippinu, sko. Já. Tvöfölda. Herru. Új! MS næst í bara, hann sækja strax. Ég held að við varum að sjá auðvöldari leik, en fyrsta marki kemur hann að 3:21, sko. Új! Skemmtilegt skot til Bastian. MS er alveg að sína sig. PS fann upp í lofti, stelur boltanum. Það var ekki kissun hann hjá Emil. Nei. það var svona semi-ómögulegum bolti á hann, sko. Þeimur var upp í lofti og PS líka. Er PS bara að reyna að stóla á þetta? Já. Hann er ekkert að spila með liðin, sko. Eða hvað? Nú erum við að sjá Emil valda upp í loftinu að bíða eftir sendingu. PS sendur á sjálfan sig á Emil sem hittir hann ekki og líka Bastard. Nei, hann stendir bara á hann. Æjæj. Hvað er Osar, by the way, að gera? Hann á by the way ekki að senda á þennan. Nei. Flest, já, þetta. Hann fær allan assist. Besta afsendingu. Ég veit ekki hvort hann langi í hana, en hann fekk hana, kannski. Er búið að brjóta vegginn hjá MS eða náður að kæra tilbaka? Það er rosalega skynnsótt. Kemur demma á hann mér segja. Þeir eru alltaf upp í lofti með boltan. Þetta var bra. Hann er bara edru. Loft fimmleikum manna. Já. Stef nær sendingunni. Þetta er Þeir svona. eru allir komið upp. Já. Góð sendingar Stef. Og matar svolítið PS. Leggur að diskinn hans. Bastian vinnur þetta. Hérna. Nei, við fóum ekki sjá það. Oscar, by the way, var mættur. Stef upp í lofti. Emil vald, tekur við. Nú ætlar Emil að gera þetta alveg sjálfur. Hann misti því. PS. Það er töffur. Lásan hann að MS. Sjá hvað þeir eru að halda boltanum bara samt. Inn á orðarhelmingi. MS. Náðast vann leikinn. Já. Góð varsla. Boltinn í erfiðri stöðu en MS nær að hreinsa í smá stund. Já, vel gert þarna. MS er að í miðvörnina. MS er að ná að halda boltanum frá markinu sinu. Og meiri hlutan af leiknum, sko. Já, það vantar örlítið upp á sóknuleikin. Þá væri þetta jafnara. Já. Undirsendingu, enginn inn í. Það er einhvern sem tekur við henni. Reyna aftur. Emil vald með ekkert búst eftir. Stef. Bara tveir í boltan. Það er svo sé ekki vera, þú veist, þeir eru bara allir í sínum eigin heimi. Það er að spila sín eigin leik. Bastard getur verið að setja boltan á ramman. Þannig hefði þetta verið hættulegt. Emil vald fór í piss. Það veist, ég komin inn. Emil vald meira að segist að markinu. Nálægt í. Hvað er hann tækifæri? Nei. Það er ofta boltinn. Náður þessu kannski. Gæti ná snertimarki. Nei. Þetta er svo mikið bara. Já. Minni einstefna heldur en svona leit út fyrir leikinn. Já. En svo sem kannski alveg einstefna, þetta er svolítið sjáuði Oxar. Hann er svolítið að sjá svolítið mikið af snertingunum allavega fyrir MS þarna. Já.
Hann er með fleiri snertingar heldur en allir Tíu nema skot. Emil Vald. hjá Emil. Já, það er enda rosaleg. Rosaleg. Sýnir Þetta- bara hversu mikið aðsóknin var að markinu, þó að hafi ekki farið meira inn. Já. Þetta var líka svo mikið sko, það var svo mikið FA var meira að spila bara svona sinn eigin leik, þeir eru bara svona í sinn eigin ramma bara frekar en að spila með liðinu. Þú veist að því sem ég sá, þú veist þetta var engin, það var eins og væri ekkert verið að tala saman af því að þeir voru bara klessast upp í loftinu. Já, voru- allir að reyna að ná í sama bolta, Já, nákvæmlega. allir að reyna að skora. Mm. Já, Já, hefði mögulega geta spilað aðeins betur og hefði mögulega sett fleiri mörk þá. já. Ég held að þetta veri aðeins fleiri, ég held að stegatafla myndi vera aðeins öðruvísi, Já. en auðvitað er hann bara eins og er núna og hvernig þeir spila, þú veist. Þeir kunna allir á hvernig á að spila Rocket League og við erum að sjá, þeir eru þú veist, upp í loftinu, þeir kunna að doubletoppa, kunna að, þú veist, ég veit ekki, með stíflikka og allt þetta. Já. En, þú veist, en það vantar bara þetta tal á milli liðsfélaga og það er þetta sem verið, þú veist, MS voru alveg góðir líka í vörninni, þeir voru Mjög. að vinna saman, sko. Já. Þannig að það var mjög gaman að sjá að MS var að reyna að verja á því að bolti myndi koma inn. Þau voru alltaf með einn reyndar, stundum voru í pakki, smá klöster, en síðan tóku við bolta fram og þá voru hinir komnir með boltan aftur næst í mark. Emil Vald klesti á vin sinn Já. sem fór í boltan. Ef þetta verið, þú veist, ef við hefum séð Emil Vald farið fyrst í gæjan og síðan boltinn, þú veist, við hefum séð boltan örgulega fara inn, við hefum séð örgulega 3-1 en við hefum bara að sjá hvernig næsti leikur fer, en við vorum að sjá einmitt FH taka 3-0 á móti FMS í fyrsta leik. Já. Þannig að Örlítið betri sókn hjá MS og þá var þetta bara mjög jafn leikur. Já. það er Það gæti ná að klóra. Þetta er náttúrulega 3 Já. leikir. Já, já. En já, við vorum ekki að sjá hvað var að Óðinn Már hjá MS, það var einhver annar. Já, það var eitthvað, Hvað nafn var það? ég man ekki hvað nafn var. Bjarki. Það var Nei. Bastion, Já, eða Bastian, Já. Oxar og ég man ekki nafnið sem að var svo líka. Nei. En það var alltaf ekki Óðinmar. Nei, fáum Var að sjá ekki- það eftir smá. Var ekki Arnar eitthvað? Jú, Jú, Arnar Logi. já, hann var góð. Þannig að það var aðeins öðruvísi line-up hjá MS heldur við sáum hann upp á blaði. Og gaman að sjá það, þetta er svona, þú veist, þessi lið geta miklu meira en við heldum, sko. MS var ekkert að hætta við að spila. Nei, alls ekki. 2 mörk koma, 3 koma. Hérna fáum við leik nummer 2. Nú ættum við svar frá MS. Arnar bara í markinu hana. Í það. Axar, fyrst Stemm sendingu inn en PS ekki góðu færi hana upp í loftinu og Emil Vald útdránum. Þannig erum við að sjá tala saman, sko. Þetta var góð sending. Þannig að PS bara komin upp í loftið, hendur hann í vegginn, Emil Vald bara í loftinu og pilsar hann niður. Kikja svona góð explosion. Sprengi ekki markið, sko. Svona 3D. Nei, green screen. Emil Vald og Step í loftinu að berjast hverja boltan. MS. MS ítir boltanum FH megin og 2 komnir upp í loftinu. Það er svo optimið þegar það eru 2 að fljúa upp í sama bolta og sjá maður klessast hana. En Step skora hana með headtrick bara. PS, hendur hún Settur hann fram. og headtrick, já. Lauglétt. Sjáum dregan fljúa hana fram. Já, Arnóli 0907. Þetta er aðeins fljótar að gerast hjá FH núna. Já.
leikurinn lifir eftir innan við mínútu. Já. Nei, hafið þið reyndar ekki. Þeir eru bara að leika sér sko. Á því sem við erum að sjá núna, þeir eru bara að leika sér. Það er sendingar. Nei, Emil bjargaði markið. Já, þetta var leiðin inn. Það var bara að stilla markinu á náður. Er þetta eitthvað svona montréttur í FH að sá sem skora flestu mörkin að þeir vilja ekkert gefa á hinna? Hann fær frí að kóka pulsu í skólanum á morgunni og skora flestu mörkin. Ég veit ekki hvort þið saman áður. Emerald, hann var að gera hérna wallrætið. Næstu mark frá MS. Fer ekki. Það var, já, Emerald var að gera hann wallrætið á vögnum. Það sem hann svona viklar fram tilbaka. Létt skot hjá Emerald. Gæti ekki farið hægar í markið. Þetta leikur. Hann langar bara að spila Rocket League. Já. Í fyrsta touch á PS step. Strax sko með hann fram. Bandalogi. Fyrkjandi strax, en Emil er þetta mættur. Já, Þannig að mark hjá Emerald. Það er MS að fara að gera það. Gera sig í brók. Já. Það er líka aðeins verið út heldur en fyrirleikurinn. Já. Það vinna aftur miðjuna. Það er höfðslega gaman að við verum að sjá hérna hús. Við spila hús í Rocket League. Já. Það er erfitt, það er gaman að horfa sko. Það er allir að reyna að hitta í hörfuskus. Það er einhvern bara... Ekki alveg sami andi í MS. Nei. Þetta, já. Emil var bara að hitta þessu upp sko. Já, hann þurfti einn leik. Hann var ekki búinn að taka uppbytununa sín. Nei. Hann er orðinn bara... Fyrstu komin í boltan, Bastian, búinn fram, Sten, komin upp í hann og Emil var dýtan fram. Ég held að ég var að fara að sjá Pinsson sko. Ekki vastlega MS. Það er svo gaman að horfa á Rocket League og hvernig fólk spila það því að spila svo öðru í sig. Allir þessir hringir, þessir trikk, þessar hreyfingar. Það gerir leikinn svo... Þetta gerur svo mikið. Já. Möguleikarnir eru endalausir. Það er spilað Rocket League í síma. Nei, er það hægt? Já, það er til sko símaversjón af Rocket League. Nefnum hvað það er svona, það er ekki svona velli, það er meira svona eins og 2D. Já, ég sé það. Já, þú ert með svona 3D dæmi sko, þú ert með markið sem er svona 3D og bílarnir eru 3D. En síðan er svona allt annað, það er meira svona 2D, þú veist, boltinn undir loft, það er svona 3D, já. Þetta er svona, þú veist, svona face front sko, þetta er svona... Bara eins og Mario. Já, svo Super Mario. Já, nokkulega. Þeir eru svo... Svona skrólir. Það er alveg gaman að spila, sko, svona... Já, það eru líka svona öðruvísi leiðir til að gera svona hreyfingar og fljúga upp í loftinu og boost og allt þetta, sko. Sten. P-stil. Já, síðustu Samt ekki endilega að stela því að ég veit ekki hvort að mögulega ná að verja. Það er Pinsson alls saman, sko. Veit það ekki eins og. Allir með eitthvað svona dögt goal celebration. Það er svona grínskrín. Ég elska... Það er svo gaman að horfa á svona grínskrín hjá... Í stýrokkinni, það er svo gaman að sjá margt bara breytast alveg. Emerald fyrir blottið. Já. Vinir sína svona að reyna að komast í það, sko. Úr hotninu, alla leið inn í marki hinum. Hann er Þessi þess nefn þarna bara. Hæpið sem það náðu MS. Já.
En 8-0 fyrir FH. Ég er að fara að sjá MS koma aftur sterkir tilbaka á 50 sekund. Hann sólar þetta sko. Þessi var rosaleg. Við erum líka hérna, það var sagt hérna áðan að Emil gæti bara sóla þetta. Já, hann þurfti eiginlega bara að vera einn. Gæti verið einn á móti þeim. Já, á móti þeim. Flest öllum liðum sem er að keppa. Þá gæti Emil Völd bara tekið Ja. þetta sig. Já, MS er bara, ok. Þarna fór bara stef. Arnarlögi skilur þetta ekki. Ég er þarna í chati, hvað er þetta? þetta bara, já. Ykkur sprengir hana Emil. Getur verið að það var miskom svona hjá MS þegar þetta gerist. Ég manni mig þegar við vorum með FSU-liði, þá var svo mikið verið að tala saman sko. Það var alltaf bara, nú fer ég rotate, ég er frammi, ég er fram eftir boltan, þú veist. Ég er upp í loftinu, sett inn í, sett ekki inn í, þú veist. Og alltaf þannig. Og bara, sér var alltaf sagt bara hver var með fyrsta touch, hver ætlaði að fara í þetta boost, hver ætlaði að fara tilbaka. Og þessi leikur er svo mikið svona, þú veist, að vera að tala svo hratt á milli. Af því að það er svo mikið að gerast á svona stöðu tíma. Það er bara, þú veist, þú ert að hugsa boost, þú ert að hugsa hvað boltan er, þú ert að hugsa hvað liðsfélagið er, þú ert að hugsa hvað er hinn liðið. Og það gerir að leik svo skemmtilega og svo æsi spennandi, sérstaklega svona úrslitaleik. Það er svo gaman að hafa Rocket League í endan. Já. Sem enda leik. Af því að þá erum við að sjá, ok, við segjum að það fari 1-1. Þá erum við bara, þá erum við að fá bara adrenalín í seinasta leik. Durlaðar 5 mínútur. Já. Þú veist, já, FH 10, MS 0. Já. Og við erum bara að sjá hérna, FH eru komin í greiða leið í að spila á móti FB. Já, ekki næstu viku. Nei, og ekki vikunni þar á eftir, heldur vikunni eftir það. Já, það er næstu viku. Já. Það er páskafrí. 1. apríl. Já. Það er sann ekki bara djók. Ég held að það sé að fara að mæta sko. Þetta er bara fucking sko. Ég held að það sé að ruggla í okkur sko. Já. Nei, en þá eru gaman og við erum síðan líka að fara að sjá, þú veist, hvað er ekki Tekno FG síðan eftir það. Held það fyrst. Það er eftir 2 vikur. Já, það og síðan FH FB. En það er síðast núna eftir smá og við viljum ekki missa á því. En hvað gat MS gert öðruvísi þarna? Ég held að ég var sammála Arnari sko. Hvað er þetta bara? Í tjatinu sko. Já, ég held að möguleikarnir þeirra hafi ekki verið í Rocket League. Ég held að það hefði þurft að vera með betra Mario Kart og svo vitum við auðvitað ekki hvernig CS-liðið þeirra er. En ég held að, ég meina þegar þú ert að móti besta gæjan bara, þú veist, svona góðum að þá held ég að þetta sé þau eru svolítið að gefa þetta eftir og reyna að einblína aðeins meira á hinna leikina. Það er þannig og já, það er betra að vera með lið, þú veist, betra lið í 2 leikjum og síðan kannski svona allt í lagi lélegt lið í 1 leik af því að þá er hægt að hvernig sem er relæja á þú veist hinna 2 leikina og síðan er hinn bara svona auka. Já. Alltaf gaman að horfa á að spila og sjá það að spilast sko. En já, þá ætlum við förum hendum okkur í örskama pásu áður við hendum okkur í CS og ég held að það verður bara mjög spennandi að sjá þessi 2 lið koma. Hendum okkur í örskama pásu og við komum bara eftir örskama stund. Ástsælustu vörumerkjum þjóðarinnar taka höndum saman verður til bragð upplifun sem enginn getur staðist. Sirius ísblóm með salt karamellu kurli. Blanda sem þú verður að prófa.
Þegar tvö af ástsælustu vörumerkjum þjóðarinnar taka höndum saman verður til bragðupplifun sem enginn getur staðist. Sirius ísblóm með salt karamellu kurli. Blanda sem þú verður að prófa. Já, ok, ég kegja. Við erum bara þetta bara kötta svona allt í einu og ég var bara, Nei, en herru, við erum velkomin aftur í þriðja leikinu á okkur FA Vafes MS á móti MS í Frís 2026 síðustu tveir leikinir Mario Kart, FA taka það og FA taka líka Rocket League 2-0. og við erum að fara að sjá FA MS í CS en FA, þeir unnu MS 13-3 í CS Senstu spilið? Segist þeir spilið Bara núna fyrir ár. Ok. sem var bara, sem var í bracketinu Spurning hvort einhverju MS hafi verið að bara leggja inn vinnuna síðan þá og Jú, ætla að snúa sér við. Já, getum við fengið bracketið þarna upp af þessum liðum Já. Lesum stillingarnar. það er að segja, já Við varum að fara að dæma öll löfnin. maður sjá, FA voru með Tveo Geofrey Björk Gamer Twio. Ætlum við að gefa einhvern? já, Tveo. Tveo Twio. það er svona Tvio. Það skemmtilegt Já, Já. allt í caps. Ég fíla það. Þetta er, þú ert að öskra þetta nafn, sko. Já, þú voru að kalla þetta. já. Nei. Megum við sjá lengur? við sjá Anna. Joffrey. Jeffrey. Joffrey. Já. Ekki þetta er besta. svona, nei, Nei, Bjöggi Gamer. Það ekki game. er svona... það er svona PlayStation Það er svona classic. já, já Þetta virkar. Bjóta til þegar hann var 12 ára. já Já. Þetta er svona nett en asnalegt. Já. Já, ég er bara Bjöggi Gamer. Já, Sko, Bara- velpreyt björnin. Það verður að... Ég gef því 10. já, vel played Bjarni. well played Björnin Af því ég náttúrulega er Björn. Gunnar Björn. já, Já. Og well played. Ég fíla það. skemmtilegt Gamer takk. Sér S24 Já. hvað þá Síminn eða Já, hvað? Já. Samsung S24 Já. Já. ST4. S24, já, Já. það er Það er skemmtilegt nafn en öðruvísi. já, það er ekki sem við sjáum oft sko. Nei. Við MS Óli, þú ættir Já. að fíla þetta efstana. Kristoffer. Já. Já. Með Ég 0 fíla og 3 og tölurnar, 3, já, en ég fíla ekki, það vantar samt sköpunargáfu. Já, Hann já. heitir, ég ætla að vona það, hann heiti Kristoffer. já, hann heitir Kristoffer, hann er hérna ég veit þekki smá hann þú veist, ég veit hver bróður hans er Já. spilaði með hann shoutout á Ragga Mussi en MS, já, þeir eru með Kristoffer sem hann er góður í Valorant þetta er Valorant spilari sko. Já, ok, þannig að það er alveg, hann er örugglega góður í CS þá. Það er svona svipað, Já. já, svona, getum mögulega að séð eitthvað öðru sér núna já, ég veit ekki hvernig line-upið var þegar FA vann nei. Mr. Duck Ducky, það er gott. Þannig er uppáhaldsnafnið mitt. Já. Mr. Ducky. Það er skemmtilegt að segja það. já, Já. Vonum að hann klæddi sig eitthvað. Mr. Já. Ducky. Mr. Ducky. Já. og Duck ég er með þetta Ég þekki eitt sem var með Ducky, neymtaki, kallaði hann Ducky Duck stundum. Ducky Duck, Já. það er skemmtilegt að heita það bara Já. Já. Dagur Ingvarsson Já. ætli hann heiti Dagur og er Góð Ingvarsson spurning, sko. Það er, þannig erum við bara með allt nafnið, þú veist já. það er stundir sem við höfum séð það Daggi eða eitthvað, skilur. Já. Daggerinn. Daggarinn, já. Dagur Ingvarsson. Daggerinn. Hann er komið frítt, hérna, Gamertag. gamertag núna bara, Daggarinn. Daggerinn væri geggjað. Annars Mas Annars manns. Annars mas.
Þetta stelpa. Já. Anna Smás eða eitthvað. Smá, já, Smáradóttir eða eitthvað. Anna Smash. smá. Annas. Kynum hún sé í Smash Bros. Anna Smash. Já. Svo erum við Aceman Aceman. Aceman 13. Mér finnst þetta að fyndi þegar það eru svona bara eitthvað random tölur. Já, Við erum auðvitað með hérna, hvað heitir hann aftur? Hann er Ace Geir í Counter-Strike Eisgeir. sem er að spila hann spila fyrir trúðalistina. Ace Geir, það er fyndið. Held að hann heitir Ace Geir. Það er geggjað. Minnir að heitir Ace Geir, ég er ekki að 100% með það. En Aceman. hann heitir Ace eitthvað. Hann getur verið að vitni að hann hafi 13 sinnum aceað í CS. Aceman. Já. Það er bara Eða- 13. Eða AC-130, það vantar 0. AC-130. Já. Aceman. Aceman Þegar á milli mín væri þetta Ducky og Björnin sem taka þetta. Björnin, já, Já. En ég er kannski bæjast með Björnin. bara smá. Já. Smá. Já. Það er. Við Ég var að byrja. erum að fara í nýja, já. Fá að sjá nývana. Það. Já. Herðu, yes. Nú. Það er njú. Besta mapið í leiknum. Ó, versta Nei. Já, þetta var. Ekki maður. Þetta er solid maður. Já, þetta er alltaf lægi. Sko er fyndið að þeir myndu bara fela sig á spawn. Þú veist, ekkert kom í hnífunum. Þeir bara fela sig. Hvað er UI-ið? Þeir eru allir með bara default. Nývinn. Flestir með hann, já. Nýva. Nei, hérna. Við erum með Ruby. Við erum með Karambit Ruby. Fyrsta hitt. Og hanska með þessa líka, sko. Sem Mats. Allar þetta er ekki hnífur. Þetta er Björnina ekki sem er með þetta. CT taka fyrsta. Já, Björnin er með þetta, ég vissi það. Ég spila með hann Björn. Ég veit ekki hvernig með þetta. Nei. Heyrðu, já. Herra, hann er nú með. Hann er líka með Ríf. Annars mást Þetta er- Ace Bomb. D-Guy. Við Þetta vantum. eru betri nöfn heldur en við fengum upp á skjáin. Já. Er það ekki? Eða svona, D-Guy er allavega Jú. The D. Dagur Hrafnbreyndar ekki mjög Erum við ekki með. fínt nafn en Fáum við ekki að sjá Fá lífið. ekki að sjá stöðuna. já, hvað er UI-ið? Og kortið og svona. Ok. Það er allt yfir En Björnin er auðvitað með. Bjöggi Gamer sko. Já, Björnin. Það er Bjöggi Gamer og Big Go Bad. þetta er frúsi. Já, þetta er tæknilegir örðuleikar. Þarna er þetta Þetta færi það. Já, sko. Við erum að sjá útiplay. Aceman Aceman, tekur þetta. já, breyta strax. Já, næstu þetta 4 FH pússa inn og Þarna vantaði smá upp á meðbratíman. Sjálfströsti. Já, eða það. Dagur Dagur ætla bara að reyna að planta Hann ætlaði að planta en finnur ekki staðið að planta. Bjöggi ekki nógu ákveðin. Björni. Hann er búinn að reloada svo oft að hann er ekki með kúlur. Nýja updatið er ekki að gefa. Nei. Erum búin að sjá það? Já. Nýja updatið, þetta er rosalegt. Ég get ekki spila. Ég Þetta er bara, óþægilegt. eins og ég sá hann að streyma hjá Onipixel. Hann skaut 3 skotum og hann reloada eftir hverja einustu kúlu. Já. Og hann bara, Svo mikið manni. já. Bara önbænda, færa reload-takkan á bara, þú veist. Það var einmitt spurt mig þetta update sko, hvað mér finnst og ég sagði bara, já, þetta breytir þetta hvernig maður er að spreyja, þú veist, í smók og svona. Maður er ekki að spreyja endalaust. DGF hjá S4. Það veit á þig, veit ekki alveg af hverju endur sér ekki að pakka. Já, Hvað er að gera? hvað er þetta? Er Robby bara komin að server? Þeir heyra bara að það er negef í gangi og þeir fara ekki eins og aftur. Nei, þeir bara, Það var bara, það ætlaði einhver að hausan. Já, já. Þetta Nei, gæti sko. að verið eitthvað call frá einhverjum hann fremst sem sagði bara engar áhugjur, ég er með hann. við erum með það, Kristoffer, já, við erum með Kristó í liðinu. Já, og nöfnin á scoreboardinu og nöfnin in-game er ekki þau sömu. Nei, það er, já, það máli, það er. Já, sko, nöfnin sem eru hérna sitt hver megin er ekki sömu og eru fyrir ofan hausinn og þetta. Nei, já, nei. Björnin hann að sá einn.
Eru dökk Það eru tveir með SG. Það virkar ekki aftur hjá Ok. S24. Hann næri að gera bláan. Er það vel gert hjá MS? Kristoffer tekur Hvað er bomban? tvei á. Hvað er plantið? Ætti Og nú að gula droppar af. keira bara... Hvað er að gera? Dagur hleypur út með bombu. Tvei og 1 eftir. einn á móti tveimur. Þeir eru ekki með bombuna. Bombar Já, uppi. alveg. Já, góð. Tvei og með AK-in að býða eftir þeim. Veit hvað bomban er. Og þeir eru báðir, ég meina 14 og 11 HP á móti 45. Þetta... Tveo veit ekki af Ó, byttu. annasnum. Heaven-flankið gæti verið... Nei. Tekur fyrsta. Veit ekki alveg hvað stökki er að horfa. Hann horfa á Nei. vegginn. Vittu nú við. Hann er týndur. Hann Já, er, já. já, ég held að hann veit ekki alveg hvert hann er að fara. Hann Nei. hefur ekki spilað það. En ég hef trú á honum. Já. Já. Hann gæti náðu sig. Hann það bara Tvö- 2 hit, come on. Já! MS taka fyrsta róndina Það 2-1. þurfti að vera með púlsmælir á dökki því Já. að púlsinn hans er hár með hvernig hann var hann í Já. byrjun. 2-1. Laga bankan fyrir MS. Það var mikilvægt. gaman eða það væri bara, fólk væri bara með tengt Já, púlsmæli. við sæjum Já. það bara Já, bara herru shit hliðin á hvað hann er lífinu stressaður. bara. Það væri gott sko. Og því stressaður sem þú ert því meira shaky er karakterið in game. Það væri tengt einhvern veginn þannig. Þá gæti ég ekki spila. Hann er að sjá útismoka að vera teknir. Já, Já. hvað fá þessu síkratur? Hann er vippasmokið. Nei, hann kemur vippasmokið. Síðan smokið sér tiggis. Nei, tóku sér smokið. Feila honum. En Kristoffer sem með þetta. Með bombuna, hvað er hann? Hann er að koma niður líka, já. Þeir eru búin að smóka niðri. 3 og 5. Gera það aðeins erfiðara fyrir MS. Ég heldur nú bara að keira allir saman. Eða jafnvel. Björnin veit alveg hvernig hann er að spila. Sko. Já. Hann Já. er að býða. Það Já. Ekki býða bara. Já. Flakkir. Já. Þeir eru of lengi að þessu MS. Þeir eru bara að býta fótboltaspilum á ganginum. Þeir eru að drífa sig. Það vantar svolítið að einhver sé að taka skarið og bara hey, go. Þetta var Með þetta eitthvað plan. mjög flott hjá Ísmann. Komin í baki núna. Vel hugsað hjá honum. Já. En alveg nú vel. Hann var meiri sig að skipta í AK-in. Þetta var örlítið fyrr, þá hefði hann náð að grípa hann. Það er gaman að sjá sko að hann hefði ekki farið í vendið. Þá hefði Singulka ekki komið í baki hann. Þannig að það var mjög næs að hann fór inn í vendið. Spurning hvort að MS þurfi bara að fá einhvern shot caller sem bara segir nákvæmlega hvað á að gera. Þeir ætla að taka hann út í smókana. Nefnum Já. hvað þeir feiluði. Feiluðu, já. En þeir komist niður síkrið, en þó Já. að útismókarnir feiluðu. Já, hvað Björnin var búinn að smóka það af. Björnin hlýtt bara eitthvað ekki. Gula. Heyrðu, já, Ísmann Kristoffer með sitt bór. Björnin. Það tók bara solo innikrunch. 2 úti. Þeir eru svolítið mikið að splitta MS, ég veit ekki alveg. Björnin ákvað bara crunch. Það var bara, ég ætla að cruncha í gegnum gula. Let's go. Hljópar hann út. Fekk engan að til að hjálpa sér, hann fór bara út. MP9, hún er svo sterk sko. Já, Það er alveg ótrúlegt. og líka á ferð. Það er ótrúlega hvað accuracy er á ferð. Það er bara, Þótt að er nerfið það. já, Og þú veist, MP7 er betri. Meira ekkert. En, þú veist, ég myndi alltaf taka MP9 í staði fyrir MP7 sko. Þótt að fólk er byrjað að segja að MP7 er eitthvað með MP90. MP90, það er ekki. já, ok. Jú, ekki bakka aftur inn í smóking. Komið með svæðið, gefur að baka og Veistu þetta ekki? núna er bara, þeir eru samlokan. Breiðist ykkur meginn og
og lokað og læst. Veit ekki alveg með ákvörðunum að bakka aftur þegar hann komið með rampinn. Já. P90 sko, hún er alveg góð byssa. Persónulega myndi ég aldrei taka hana, ég veit ekki. Fer eftir, ég hef aldrei þannig séð nota P90 Nei, ég sem rössbyssu sko. notaði hann mikið í gamla daga. Já, Hún er ágætt. hún er það sko, hún er alveg góð. En veit ekki, ég hef aldrei nota hana í CS2 sérstaklega. Nei. Og MS tekur hérna fyrsta. Heyrðu, Kristófer bara ákvað að kveiki í sér. Valonsteimið að kveikjast. Byrjar að hitta. Björnin feikar hljóðið í vent og fyrst hann aftur upp. Felur sig hjá vendinu. Þeir halda hann sér niðri. Fyrsta, annar, 3 og 2 á móti 2 og síðan 2 í lobby. Náði Björnin að bjarga Fyrir. fyrir FH. Björnin, já. Anna ekki alveg nóg snögg að hlusta. Nei. Og líka kannski klíra hotnið þó svo Já. að þú heyrir einhvern í vent. Já, þetta var vel gert hjá Björninum að hoppa þetta niður og gefa frá sér hljóð. Koma svo beint aftur upp. Og allir að fylgjast með vendinu bara, er hann að ofan í? Já. Það er líka kannski óþarf að fara að þrýra skoða Já. ventina. Já, þeir eru mega aðeins. Það þarf bara einn, en Það er mikið óhefnið að það, en við erum að sjá 6-1 fyrir FA. Aceman reynir að Kristó aftur. Núna ættu þeir bara að hlaupa Squeaky sem þeir eru að gera. Dagur er að taka mikinn skaða þarna. Hann er alveg núti. Björnin er að koma í bak. Þetta verið stór flakk. Já, en við vita af honum allavega núna, Björninum, af því að Dagur var ekki með þeim. Já, Þannig að þeir ættu að vera að horfa fyrir aftan sig. vel gert hjá Björninum að vera að fylgjast með öllum hóttum. Náðinn úr plantinu. Þeir eru svolítið lengi að þessu, enginn að fylgjast með í baki, ætlaði hann að ná því S24. Nei, Já, tilbúin. Dökki, já. Flott. Skotuna. Björnin er að koma í doppeltors. Kontról. Tekur hann jæstar að leiða á Björninum. Þeir hafa tíman MS ef þeir bara fela sig í smástund. Nei! Dökki ekki alveg. Þetta er að sé á rampinum. Björnin veit ekki hvað. Vel gert. Vel gert. Þannig kom annar ráns Já, og bomba niður, þannig að það er smá peningur. vel gert hjá MS. Allir nema Aceman geta verið með ágætis bæ hérna. Já. Það er bara svo Simpsons. Á allavega 4 AK. Já. Já, ég var einmitt, ég fór einhvern tíðan á svona dusty hitting, svo jólahitting. Og þá var svona spurningaleikur. Og þá var einmitt spurt, hvað heitir stöðin í Nuke? Já. Já. Og ég vissi það ekki. Nei. Vitið þið hvað hann heitir? Alls ekki. Nei. Það kom þarna í byrjun, sko. Cedar Creek. Þú segir það, þá mann ég eftir að Það heitir, það er aldrei á kjarnorku verið. Új, Björnin er þarna inn í smókinum, þeir virðast ekki vita á honum. Það kemur hann út og byrjar að svæpa. Já, tekur 2. Marna lúmskur, Aceman, og að horfa fyrir aftan sig. Hún ætti að vita á honum. Já, búinn að taka helmingin að liðinni. Kristófer horfði svolítið á smókin. Hann flassaði í smókin, Já. síðan var hann að horfa vel á hann. En það var Hann skaut með þess að í Já, smókin. hann skaut rétt bara sitt hverju megin við Björnin. Hann var ótrúlega óheppinn að ná ekki. Svona er þetta stundum. En 7-2 fyrir FA. Og ef MS nær 3, þá erum við að fara að sjá samúð og gerðu á móti FA áður fyrir. Ísmenn. Björsti er búinn að spotta þarna Já. Bíó. Já. Nei. Anna, vel gert. Þægileg, ein kúla beint í haus. Björnin í Secret bakkar hérna. Og við erum mest þetta 4. Sjá Aceman hoppandi bara þarna fram á nærunum.
Heyrðu, Joffrey. Já, Ég er ekki nú Björki með snöggir að hitt. þessu. Kristófer að flagga hérna Sjáðu F á hvað eru í snöggir. bakið. Þeir vita ekkert á honum, en Komin hell. 1 á móti 3, spurning hvað hann getur gert mikið. Ekki skjóta strax, Nei. vel gert. Heldur þessi... Ekki ennþá, það er lengra. Já, já. Nei, Já, hann já. hefði þetta að fara inn í... Já, hann Já. hefði nú kannski mátt gera það. Hann er búinn að gefa position. Já, nú veit þeir á honum og þeir eru sikkur megin við hann. Hann mætti nú horfa til vinstri, hann að finna hann inn. Það hefði verið geggjað ef hann farið inn í... Já, Já, Inn í hérna íþrótahús, sko. Íþróta. inn í garage. Þetta er íslensk Já. kallast sem ég er að Það gefa. er íþróttahús. Já, þetta er kallað íþróta. Já. Og síðan er, þú veist, vippa, það er viðbygging. Það er main. já. Síðan er auð, það er hérna Mustang. Auð. Já. Já, ok, ég veit ekki hvað það er. Þannig að, þú veist, það er til óslega mikið á íslensku kóllasum. Já, Skemmtilegt. það er svo mikilvægt að vita kollin, sko. Sérstaklega þegar maður er að gefa... Eins og hann er 2 á ofan að gula. Já, hvað er Kristófer? Gunninn að fara upp stiga. Björnin er að spila þetta sem ég myndi gera. Hann er fljótur í bak. Þú bækjaður. Núna er hann að fara að pikka. Nei, það er ekki Nei, fyrsta. trúis ekki. Átti að vera Íþrótta. auðvelt blaff bara í hausinn. Af. Þeir Þeir eru á ekki rauða. mikið að kíkja fyrir aftan Nei. sig samt, sko. Nei. Alls ekki nægilega mikið. Já. Þú veist, þeir eru allir komin í bak. Þeir eru svo lengi að öllu að það er svo auðvelt fyrir FH að koma sikkur megin við. Já. Þeir eru fyrir framan og aftan á sama tíma. Þeir gefa upplýsingar og býða síðan bara. Já. Sýna þessi að fara út, gefa svo 30 sekundur, þá er bara allir tilbúinir hjá FH. Vanta meiri svona, já, ég veit ekki. Ákveðnið. Já, nákvæmlega ákveðni. Þeir ættu bara að annarkvæmt bara keyra eða ekki gefa hvar þeir eru. Og reyna að ná einhverjum pikkum. Þetta er alltaf sama spili bara hjá FH. Sýnist að vera með... Já, sér, við erum að sjá þetta á mappinu. Við erum með 1 vippaspilara. Það er... Vippa? Já, viðbygging. Það er main. Það er ekki stað. Núna er Björnir bara aftur með bak. Komin, já. 3 rauða. En hann er ekki Ok, já, heyrðu þarna, já. Hann Lesið. bjargaði þarna liðinu sínu svolítið. Ok, núna þurfum við að taka ákvörðun. Byggi... Ég veit ekki alveg með að reyna þetta. Nei. Bara koma sér þarna inn. Já. Þegar nú erum við búin að missa 2, jafnvel 3, nei. Þeir missa annan af því þeir eru ekki að kommenta. 2 á 2 allt í einu. Þetta leit svo vel út fyrir MS. Hver er með sprengjuna? Það er engin með sprengjuna. Við ná ekki henni. Já, hvað? 4 og Byggi fara niður um að Þeir halda þeir síðan það niðri. gefa MS... Eismann er náttúrulega búin að vera sjóðandi í þessu rondi. Þau gefa hérna... Æð. Hann er kominn. Og Eismenn tekur hann. snöggur að fara. Ekki á honum. Nei! Þetta heyrir Eismann ekki en ok. MS mynda Það þetta. þarf að hækka eitthvað í heyrnartólunum. Já. 9-3 9-3 hálfleikur. hálfleik. Ok. Þetta er hægt. Þetta vinst á CT. Þetta er CD7 maps. Já. Ef MS taka fyrsta... Þeir þurfa pislurnar. Annars Já. er bara momentumið of mikið með FH. Það er rétt. En við erum að sjá hérna, sömu stöðuna og FH vann MS, eða MS tapaði á móti FH. Við erum að sjá hérna 3 stig hjá MS. Eru búinir að jafna sama og þeir náðu í fyrri leiknum. Þau eru eitthvað að hlaupa inn hérna FH. Þetta er ekki frí. Sjáum muninni þarna hvað FH eru fljótir að exekuta hranið sitt. Ákveða Já, það er eins og... MS var ekki alveg að reyna að planta núna. fínt hérna, 1 á móti 1. Anna. Þetta er hérna 1-1 við. Já. Hægt. 10-3 fyrir FH. Já. Já. Það er logoið sko. Það er logoið Cedar Creek. Þarna stendur þetta. Já. Nuclear Power Plant. Kjarnorkuver.
Átti ekki að vera í Rússlandi eða? Ég veit það ekki. Ég hef ekki séð stafið. Nei, það er bara stundum no entry, þannig að það þarf ekki að vera. Getur verið að þetta sé. Þeir bara reyna að Fullbæð, taka aftur á sama. hlaupaðir, einn ofan á gula. Heyrðu ekki í honum. Björnin. Stíð kom með það. Byggina uppi, já, bygginni. Stund ekki komin í vippa. Björnin. Inn, en hittir ekki. Það er með Kristófer. Gula. Nær blákassa. Já, ok, 3-3. Theo kom í bak. Fyrsta. Bjöggi með svo. 11-3 fyrir FH. Þetta er svo stór svona powerplayið. Já. Tvær stórar súlur. Við erum að sjá sko að Kristófer halda á leiðinu sínu 2013 postið og hver einu meginn held að S24 S24 eða Björnin. Já, Björnin er 99, S24 er 89. Já. Svona þeir eru eiginlega jafnir. með nógu næs, Kristófer Tæpur. Vanta aðeins að spreyja þannig. Já, Nei, smá. Dagur Þetta er hægt. ekki rönngun bara. já, Það er svo leipur bara með mökkuna. Já. Það er eina hægt í stuðinu þegar maður er með mökku sko. Þetta er æðislega byssa. Gæti verið síðasta rándið. 12-3 Hvað er ránd á íslensku? Umferð. Umferð. Já, Það er ég. jú. Eða svona, það er allavega hægt að... Jú. Það er kannski til eitthvað betra, en... hardsegum fyrir Já. Þetta. Já. 16 umferð. Já. Ekkert sérstætt bæ hjá MS. Það er mjög gott. Og sprengja. Þetta er að hlaða Kristófer fyrir fyrstuna. Fellur hann niður. Einn eftir bara. Já. Anna eftir Já, nei. í smóknum og smókaðar í vippa. Það er vita af henni. Skjóta hann í gegn. 40 HP eftir. Gefur hann að rosa mikið hljóði. Eitt hjá blákassa, eitt hjá Spike og henni er inn í lobby. Já, hann er að koma í baki á henni. Þeir ætla að reyna að hnífa hann held ég. Ó. Það er aðeins panik. Fíó, gæti hnífað. Já. Já! Já! Já, næði hnífinu. Það næri sig. Ég hef verið til í hann að náði í loftin. Já. Bara. En já, við vorum að sjá hérna síðastleik FH MS 13-3. Já. Nákvæmlega eins og fyrirleikurinn hjá þessum liðum. Ég bara, já, þegar þið voru að keppa Já. seinna í mánuðin, fyrir í mánuðinum, þá fór sami leikur bara 13-3 líka. Ég veit reyndar ekki á hvaða borði, Nei. en svona er þetta. Þetta var mjög hægt Já. spil. Það var eins og segi, það vantaði upp á sko executið og kannski var bara vantaði mögulega að taka ákvörðunina. Já. Það var ekki endilega að það var ekki verið að framfylgja ákvörðunum, heldur var bara engin ákvörðun tekin og þá er þetta svona svolítið eins og hauslusar hænur bara að hlaupa í hringi sko. Það er eitthvað leitt og að kalla skotin sko. Já. Og við sáum bara FH, þú veist, þeir voru bara með nekið á rampinum fyrst og það var, þú veist, það var rosalegt rand. Já. Og þú veist, nekið er góð byssa sko, þú veist, bara má ekki geta unnið þetta. En þetta, já. FH voru bara betri. Já, bara eins og munurinn á executunum hjá FH. Þegar þeir voru á T-side, þegar þeir voru terr, þú veist, settu upp hérna util og svo bara góðu þeir á hérna plant. Já, fóru bara hratt inn og tók þetta, þú veist, þú voru með Eismann upp í ofan á gula og hann stóð það bara
og þú veist, það var enginn að klíra. Nei, Þannig að ef hann hefði verið með betri aim hann upp á, þá hefði fengið minnst kosti 3 kills já, bara strax í byrjun. En já, við fórum þá bara enda á því að FH sigrar alla 3 leikina og, jú. Já, og það ekkert meira af því. Við fáum FH FB eftir 3 vikur 3 vikur, já, og Tecno FG FG eftir 2. 2. 8. apríl Já, erum við næst. 8. apríl. Chat, Niður í dagatalið. já, reminder. Já, með það, núna. næsta frís. Já, En það var gaman að lýsa þessum 3 leikjum. já, Gaman að hafa ykkur innan strákar. Alltaf gaman. Já, Og gaman að smakka nýs. já, já. Og, Við veitum með Pringles líka. jú, Já. Hvernig var þetta? Þú smakkaði já, ég var að smakka hérna hotið, sko. já, er það ekki? þér. Ég var að laum í mér nokkur hérna og Já, Hvernig fannst þér? ég bara fílaði þetta, sko. Bara, Þetta er svona mjög gott, sko. Pringles með twist. Já, já, þetta er svona, já, maður er ekki vannur. Þetta er eitthvað sour cream flavor en samt pipar. Eða hot. Já. Já. Það var svona, þetta var alveg gott, sko. Já. Þegar smakkaði Já. þetta það var svona sterkt að sákrím. Þetta er svona góð blanda, góð blanda. Já, Ætla maður að smakka eitthvað annað eftir, seinna, næstu viku. Það næstu viku. já, er það ekki? tökum 1 og 1 Já, í hverju streymi. Testa það, sko. Við erum alltaf væntanlega að fara að borða fleiri svona ísa. jú, jú. Já, Við komumst ekki í gegnum útmenningu Nei. og hann að fá okkur í ís. Nei, nei. þurfum alltaf að fá okkur ís. Já, Það er líka ísmappi, sko. Þetta er æðislegt. Heyri, takk hérlega fyrir okkur hérna í dag. FH tekur sigurinn og við sjáumst eftir 2 vikur og ekki missa af þessari spennandi keppni Tecno FG. Takk fyrir okkur.